Komið í sæl, ég heiti Sigrún Helga og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla tvíkosta aðkvæðisgreiningu í tölfræði frá grunni. Og í þessu myndbandi ætlum við að fjalla tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkanið. Byrjum á að rifja upp línulega aðkvæðisgreiningu. En í línulegri aðkvæðisgreiningu þá var að skoða samband einhverja skýribreytu og svarbreytu. Við gerum ráð fyrir að þessu sambandi mætti lýsa með jöfnu beinna línu. Þess vegna bara hægt að framkvæma línulega aðkvæðisgreiningu þegar svarbreytan okkar samfelld. En hún alls ekki boðleg þegar svarbreytan mjög strjál og sér í lagi ekki ef hún getur bara tekið 2 gildi, til dæmis já eða nei. En við myndum hins vegar oft vilja geta metið einhver þannig líkön, þar sem útkoman okkar, svarbreytan, væri annaðhvort já eða nei. Við myndum til dæmis vilja geta metið líkan þar sem við viljum athuga hvernig gosdrykkjaneysla hefur áhrif á hættuna á því að þróa með sér kransæðasjúkdóm. Það væri gosdrykkjaneyslan væri þá skýribreytan okkar, en svarbreytan, hvort að fólk með kransæðasjúkdóm eða ekki, hún getur bara tekið 2 gildi, já eða nei. Breytur sem geta bara tekið 2 möguleg gildi, til dæmis 0 eða 1, þær kallast tvíkosta. Og ef svarbreytan okkar tvíkosta, þá getum við framkvæmt tvíkosta aðkvæðisgreiningu í stað línulegrar aðkvæðisgreiningar. Þá tölum við oft jákvæðar og neikvæðar útkomur, þar sem við táknum jákvæða útkomu með 1 og neikvæða útkomu með 0. Og takið eftir hvað þetta líkt við þegar við erum að tala heppnar tilraunir, þegar við erum að læra tvíkostadreifinguna. Það sem gátu verið með tilraunir svo annað hvort heppnar eða ekki, og þannig vorum við líka táknað með annað hvort 1 eða 0. Í línulegri aðkvæðisgreiningu þá sem fyrr gerðum við ráð fyrir því að samband svarbreytunar og skýribreytunar mætti lýsa með jöfnu beinna línu. Og þá gátu svarbreytan og skýribreytan verið hvaða tölu sem það gátu verið á hvaða bili sem En núna þarf svarbreytan að vera annað hvort bara 0 eða 1. Og hvernig förum við að því að brúa þetta bil? Jú, þá reynum við að finna bara leið til þess að láta stæðin á hægra hlið, láta beta 0 plus beta 1 sinnum x, láta það varpast yfir í annað hvort 0 eða 1. Þannig að þetta, við ætlum að finna það sem kallað svokallað tengifall. Það fall sem við ætlum að setja hægri hliðina inn í, þannig að útkoma verði annað hvort 0 eða 1. Og fallið, p af t rifveldinu t deilt með 1 plus rifveldinu t, þetta fall kallast lokið tengifallið. Og þetta fall varpar hvaða tölu sem yfir í gildi á milli 0 og 1. Það er að segja hvaða tölu sem sé stingin í þetta fall, þá fæ ég útkomu sem í minnsta lagi 0 og í mesta lagi 1. Það sem við gerum þá að við stingum hægri hliðinni, það er að segja þessari stæði hér, inn í tengifallið, og þá fá útkomu sem á bilinu frá 0 upp í 1. Og ef útkomin nálægt 0, þá svarar það til þess að svarbreytan okkar taki gildi 0, en ef útkomin 1, þá svarar það til þess að svarbreytan taki gildi 1. En í stað þess að stinga hægri hliðinni, þessi hér, inn í þetta lokið tengifall, þá getum við líka frekar bara stungið vinstri hliðinni inn í andhverfuna á lokið-fallinu. En andhverfuna á lokið-fallinu er fall sem kallast logistic-fallið, og þess vegna oft talað logistic regression á ensku eða logistíska aðkvæðisgreiningu á íslensku. Og þetta logistic-fall, það lítur svona út. Þetta er andhverfan af logistic-fallinu, og þetta fall varpar tölu sem væri á bilinu milli 0 og upp í 1 yfir í hvaða gildi sem Og núna erum við komið með grunninn sem við þurfum til þess að smíða tvíkosta eða logistíska aðkvæðisgreiningarlíkanið okkar. Jú, við bara skiptum vinstri hliðinni, y, út fyrir þetta logistic-fall. Tvíkosta aðkvæðisgreiningarlíkanið sem við notum svona, og hægri hliðin það sama og þekkið áður og línulega aðkvæðisgreiningu, en vinstra megin komið þetta logistic-fall,
En núna í staðinn fyrir að við séum með y, svarbreytuna, þá erum við komin með p. Og þetta p eru líkurnar á því að svarbreytan sé 1, að svarbreytan sé jákvæð. Og jú, hvernig erum við að gera það? Í tvíkosta aðgangsgreiningu getur svarbreytan okkar bara tekið gildi 0 og 1. Og látum þá p tákna líkurnar á því að svarbreytan taki gildið 1. Þá er stæðan p deilt með 1 mínus p gagnkvæmnin á því að svarbreytan sé 1. Þannig á vinstri hlið þá höfum við logran af gagnkvæmnunum á því að y sé 1. Og hérna því ég skrifa svona log, þá meina ég náttúrlega logaritmann eða l. Þetta var allt sem ég ætlaði að segja í þessu myndbandi. Í næsta myndbandi sjáum við hvernig við framkvæmum tvíkosta aðgangsgreiningu með samfelldri skýribreytu.